Dag nokkuð stóð Högni Hinriks í garðinum og virti fyrir sér blómin. Þá sá hann Halla hund klyfjaðan farangri. Ég á leið í sumarleyfi, sagði Halli. Ég skal senda þér póstkort, bless. Og svo hélt hann áfram léttur í spori. Já, sumarleyfi, hugsaði Högni Hinriks. Hvers vegna fyrir ég aldrei í sumarleyfi og sendi fólki póstkort? Hann gekk heim í þungum þöngum en á leiðinni rakst hann á ferðaskrifstofu sem auglisti fjölbreytt úrval af ferðalögum. Hann reyndi að ímynda sér hvernig þau væru. Hann langaði alls ekki í tjaldferð. Og köfun var sennilega ekki alls kostar við hans ævi. Það var þó nokkuð erfitt að klífa fjöll. En í skíðaferðum hafði fólk þó að minnstakosti fast land undir fótum. En siglingar, já, þær voru einmitt alveg við hans hæfi, enda kettir frægir ferðalangar, til dæmis stígvélaði kötturinn og hún Snælda litla. Hann brá sér inn á ferðaskrifstofuna, pantaði ferð til strandarinnar þar sem hann gat stundað siglingar. Já, skip og hæ, söng hann á leiðinni heim og tók svo nokkur fjörug dansspor. Strax næsta dag var hann kominn á gistihúsu ströndina. Þar hitt hann skúlaskipstjóra með páfagaukinn sinn sem sagði: Köftuði ferð í Hrúðukallaland, bráð upp stýri og sest undir akkeri. Högni Hinriks leiði sér bát hjá þeim félögum. Allt annað hafði hann haft með sér. Fína sjóliðahúfu, uppblásið björgunabelti, nokkra samlokum hettusmjöri og svo auðvitað bókum siglingafræði. Hann barðist árangurslaust í nokkra klukkustundi við að reyna að sigla. Þá tók hann eftir því að báturinn var enn bundið við bryggjuna. Hann kippti því strax í lag og svo lagði hann af stað. Hann horfði langt út í fjarskan og sjá sjálfan sig sem skipstjóra berðist hetjulega við vind og vatn. Svo sá hann sig í anda komin til fjarlægs hitabeltislands þar sem himinninn heiður og blár og suðrænir fuglar kvaka. Hann ímyndaði sig jafnvel að hann heilsaði upp á sjálfa Neptúnus neðansjávar. Hann sofnaði brátt út frá þessum dagdraumum sínum og bátinn rak út á haf. Hann vaknaði ekki fyrr sólsetur og þá var farið að hvessa. Í fyrstu var hann alveg ruglaður og vissi ekki hvar hann var og þótt hann jafnaði sig fljótlega vissi hann samt ekki hvar hann var. Hann athugaði farangurinn sinn, samlokurnar með hettusmjörinu, uppblásna björgunabeltið, sjóliðahúfan og siglingabókin, allt á sínum stað tilbúið til notkunar. Nú beið hans ekki annað en að gefa sig óttanum að vald. Hann ákvað þó að bíða með að þanga til hann hefði borðað samlokurnar. Að því búnu gaf hann sig örugur óttanum að vald. Sett á sig björgunabeltið, stóð upp, heilsaði hermanna sið og rópaði: Á, hjálp, ég er að drukkna. Svo henta sér útbyrðis. Hann flaug lengi í sjónum og velti því fyrir sér hvaða viðbrögð kæmi næst. Hann var enn að brjóta heilan það þegar hann lenti í neti fullu af fiski og var dreginn borð ásamt aflanum. Og komið fyrir í fiskikassa þöktum ís. Þegar aflanum var landað, var hann gatt freðin. Hann þiðnaði þó brátt í sólinni og flýtti sér svo að láta niður í töskurnar og fara heim. Honum fannst honum veitt ekki af góðri hvíld áður en að færi næst í sumarfrí. Það fyrsta sem hann rakst á hann kom heim var póstkort frá Halla hundi sem ástóð: Ég skemmti mér alveg konunglega. Vildi bara óska að þú væri hér. Jæja, sagði Högni Hinriks. Ekki eru allar ferðir til fjár. Svo henti hann póstkortinu og bætti við: Og stundum verrast að farið en heima setið.